Þar verði föstudagur 12. apríl heimastjórnin hér á Hrafnaþingi frá Kilargo og fiskislóð 14 þar sem fullskipuð heimastjórn Jón Kristinn, Hallur Hallsson og Guðlaugur Þór Þórðarsson hér eftir smátíma. Dramatískir tímar í íslenskum stjórnmálum. Ég sem gamall stjórnmálafræðingur, gamall hundur, ég verð að velta fyrir mér samlíkingum eða einhverju sem að hægt var að skýra stöðuna sem að komin upp í Sjálfstæðisflokknum og raun og veru íslenskum stjórnmálum og fjölmiðlun með látlausu einelti og ofsóknum. Það er semst eina orðið sem hægt er að nota það á hendur Bjarna Benediktssyni formanni flokksins. Ég var að velta því fyrir mér, nú veit ég ekki hvort að hann sá ágæti leikari og prúður piltur, glanni glæpur, Stefán Karl, þegar hann, nú veit ég ekki hvort hann er vinstri maður, ég veit ekkert hann, bara þetta er afskaplega frambærilegur strákur og allavega karakterin hans í gríðarlegu uppáldi hjá barnabörnum mínum. Eins og Latibær og Latabæjar dæmið allt saman en þegar að hann hafði þau orðum þegar að Kristján Þór Júlíusson, annar varaformaður flokksins, Sjálfstæðisflokksins, talaði eineltið á hendur Bjarna Bena, þá rauk Stefán Karl fram með offossi, froðufellandi af einhverju heift og bræði og hvernig Kristjáni Þór vogaði sér að gjaldfella orðið einelti með því að líkja ofsóknum á hendur Bjarna Benediktssyni við einelti. Það væri allt annað. Þetta er nefnilega nákvæmlega ekkert allt annað. Þetta er bara ein tegund, mjög vond tegund, heiftúðuleg einelti og rennir stoðum undir það sem Páll Winkel, fangelsismálastjóri, sagði í mjög góðum viðtalsþætti sínum með Birni Bjarnasyni hér á INN á miðvikudaginn var í fyrradag, þar sem að fangelsismálastjórinn sagði að þjóðfélagið væri gegn af heift og hatri, fólk vildi sjá blóð renna. Nú veit ég ekki hvort að Bjarni Benediktsson, hann hefur tekið sér 1-2 sólarhringa til að ákveða hvað hann ætlar að gera. En miðað við þau orð sem féllu af hans vörum í gær, að þá met ég það þannig að hann sé að hanna útgönguleið sína vegna þess að hann meti það þannig að hans persóna sé farin að þvælast fyrir hagsmunum flokksins og hagsmunum þjóðarinnar leið. Og hann sagði það sem mjög margir tala að miklum drengskap þegar hann sagði að það er ekki mín persóna sem skiptir máli, það er þjóðin og það er flokkurinn. Og ég held að það verði erfitt að túlka það öðruvísi heldur en það að hann hafi tekið þessu ákvörðun, hins vegar þarf að hanna útgönguleiðir. Og svo er það alltaf, þegar svona gerist, að þá eru tveir hópar, annar sem að slæri í borðið og segir þú lætur ekki þessar helvítis slímu og ófrenskur rekja þig saklausar úr starfi og berst áfram. Og svo eru hinir sem segja Bjarni, alveg sama hvað okkur finnst þig, hversu mikla virðingu við berum fyrir þér, hversu mikil hlýhug við berum til þín og hversu mikla aðdáun við höfum á þér. Orð götunar eða hvað ég var að kalla hann, götunornir eða nornirnar hafa haft sigur og mikið andskoti er hart. Mér finnst tilhugsunin það, ég ætla að segja það við ykkur,
þið sem hafið hlaupið undan merkjum Sjálfstæðisflokksins og opnað dyrnar á áframhaldandi vinstri stjórn á Íslandi, að mér finnst það hárgrætilegt ef að staðreyndin verður sú að við fáum aldrei að sjá hvað býr í þessum manni sem leiðtoga. Ég er búin að þekkja ekki þannig persónulega, við erum búin að þekkjast lengi, svona eiginlega frá því að hann var kollungumaður og við hittum hann hérna einhvern tímann þegar hann var að læra upp í Miami, að þá kom fyrir einhverjum 15-20 árum, þá kom fjölskyldan í heimsókn hingað niðrittir, við höfðum komið með einhvern pakkað heimann handa prinsessunu þeirra. Þetta er einstaklega hæfur, þetta er einstaklega vel menntaður og þetta er einstaklega vel gerður ungur maður, fyrir utan það að vera fjallmyndalegur. Og mér finnst það alveg sárgrætilegt að hafa ekki fengið að upplifa það að njóta kraftans, starfskrafta og bara leiðtoga hlutverki Bjarnabenedikts. Kannski kemur hann bara fram á morgun og slær og segir, heyrðu, við berjumst til síðasta blóðdropa, en sennilega er það rétt mat hjá honum að það er flokkurinn og hagsmunir flokksins og hagsmunir þjóðarinnar sem skiptir mestu máli. Jón Kristján og allir eru sestir hérna handan við borðið, handan við Atlans ála, Guðlaugur Þór er á leiðin í hús. Farðu ekki á. Sportjeppin Nissan Qashqai er nú fáanlegur með sparneytinni díselvél. Kynntu þér Nissan Qashqai, vinsælasta sportjeppa á Íslandi með sparneytinni díselvél. BL Sævarhöfða 2. Silvía er sérfræðingur í séreignarsparnaði. Með framtíðarauði Vaffi B getur hún og aðrir ráðgjafar í útibúum Íslandsbanka aðstoða þig við að hækka launin þín í gegnum mótframlag vinnuveitanda. Komdu í framtíðarauð Vaffi B og tryggðu þér 2% launahækkun strax á morgun. Við bjóðum góða þjónustu. Íslandsbanki. Enn fáum við hjá B&T réttingarsbrautun viðurkenningar, 5 stjörnur frá Sjóvá og gæðavottun frá Bílgreinasambandinu, staðfesta úrvalsvinnubrögð og besta tækjabúran sem völ er á. B&T er þú vilt vera viss. Silfurhús kynna einstakar íbúðir að Þorlákshöfn 9-11 í Kópavogi, í jaðri golfvallar með ævintýralegu útsýni og aðeins spölkorn í þjónustu og íþróttaaðstöðu. Nánar á silfurhus.is. Yfir 80% málaramestara velja vörur frá Málingu HF. Hvaða viðavörn nota þú? Máling HF. Það segir sig sjálft. Viftur í miklu úrvali. Glugga, vegg, loft og baðviftur, iðnaðar, borð og röraviftur, traustar vörur sem þola álagið. Fálkinn Suðurlandsbraut 8, fálkinn.is. Dúravit hreinlætistæki, trygg gæði. Ísleifur Jónsson, Draghálsi. Langalína 15-23, Sjálandi, Garðabæ. Fjölskylduvænt hverfi í fallegu umhverfi. Komdu á heimasíðu bygg.is og skoðaðu teikningar. Byggingafélag Gylfa og Kaupir þú gæðavörur beint frá bíli? Því beint frá bíli er frá fyrstu hendi. Félag heimavinnsluaðila beint frá bíli.is. Húseigendur athugið að versla við okkar félagsmenn tryggir þér ekki bara hámarks gæði, heldur einnig ábyrgð á okkar vinnu. Málarameistarafélagið í 85 ár, málarar.is. Veljum til ábyrgðarstarfa á Alþingi þá sem styðja heilbrigðan og sanngjarnan rekstrargrundvöll íslensk sjávarútvegs. Það er landi og þjóð til heilla. Gunnvör, Hnífsdal. Taktu tengdamömmu með í skíðafríið. Thule skíðabóksinn frá Stillingu, frábær ferðafélagi. Stilling sími 5 28 000,
stilling.is. Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Nú færðu reyktan kjúkling frá Holta. Grunnur að góðri máltíð. Hægri grænir ætla að setja neyðarlög fyrir heimili fólksins í landinu strax eftir kosningar og leiðrétta öll verðtryggð húsnæðislán 45%. Hægri grænir flokkur fólksins. xg.is. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Það aftur frá Kílargó og Fylkislóð 14, sestir í settið Jón Kristinn Snæjar, Matur Hálsson, Guðlaugur Þór að venju á harðarlaupum á upptökustað. Velkonni báðir tveir. Takk fyrir. Hallur, bak við þessar luktudyr er setning sem að mun verða tengd hér aldur og ævi. Nú fullt af luktundyrum og ég met það sjálfur, ég sagði það í innganginu hérna áðan, drengir, að ég met það sjálfur að það sem Bjarni Ben sagði í gærkvöldi að hann væri, ég held að hann hafi orðað þannig, hann væri bara mannlegur og það væri allt sem kemur til greina og hann væri að skoða sína hluti og fréttir í morgun herma það að hann muni taka ákvörðun núna helgina, það talaði 1 til 2 daga. Ég held, ég meina ég yrði eiginlega að skila stjórnmálafræðiprófinu mínu ef hann kæmi á sunnudaginn og berði sér á brjóst og segði ég mun berjast til síðasta dags fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Ég held að Bjarni Benediktsson sé að hætta sem formaður Sjálfstæðisflokksins, hafi verið hrakinn í burtu með einhvers konar ótrúlegt einelti, hlýtur að vera, en það einelti einhverja aðila eða þetta einelti bara kjósenda sem að vilja hann ekki? Hallur. Ég horfði á þetta viðtal við Bjarna Benediktsson í gærkvöldi og þetta eitthvert áhrifaríkasta viðtal sjónvarpssöguna. Þetta er svona eins og þegar þú og ég við vorum að ræða við Albert hérna árið og Þorsteinn var upp á Stöð 2 og það eru mikil tíðindi að gerast og aftur það Sjálfstæðisflokkurinn sem í þessari hringiðu. Það er alveg ljóst að Bjarni Benediktsson hefur átt undir högg að sækja, svo vægt sé til orða tekið og Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í frjálsu falli og ég held að það sé alveg rétt hjá Bjarna Benediktssyni að þetta fall flokksins eða þessi trúverðuleiki sem brast, hann byrjaði að myndast 28. janúar síðastliðinn þegar dómurinn var kveðinn upp í Icesave-málinu. Þá var eins og eitthvað bristi. Mér finnst Bjarni Benediktsson rosalega flottur maður. Mér finnst þetta að vera trúverðugur maður, mér finnst þetta að vera heiðarlegur maður. Og hann kom fram í þessu viðtali. Hann kom fram sem af miklum heiðarleika og hann lagði spilin á borðið og hann sagði það sem hann sagði sannleikan í þessu viðtali og hann var ekkert að reyna að ritskoða sig. Vandi Bjarna Benediktssonar og Sjálfstæðisflokksins hefur verið að hann er með þetta í farteskinu, þessi mál sem hafa verið að vefjast fyrir honum og þau hafa aldrei vilja að fara í burtu. Og þegar Icesave-dómurinn kom, þá var það eins og eitthvað stundaglas fylltist, Mér finnst þetta að vera til vitnis það ástand sem í þessu samfélagi. Það er búið að vera einelti í garð þessa manns, algjört einelti af tilteknum fjölmiðlum sem hafa verið að bíta í hælan á honum og honum hefur ekki tekist að snúa það af sér. Lygin á Íslandi, hún bara virðist vera smjúað allt, alla króka og kima og vera spunnin í einhverjum lokuðum bakherbergjum og ég er alveg sammálaður það. Þannig að
mér var brugðið bara við að horfa á þetta samtal, en mér fannst Bjarni Benediktsson eins og hann hefur alltaf vera mjög flottur, en honum hefur ekki tekist á undanförnum árum að hrífa þjóðina með sér. Það bara staðreynd málsins og það kemur fram í þessari könnun sem birtist í Viðskiptablaðinu. Það eru fleiri sem treysta varaformannum heldur en formannum og Bjarni Benediktsson sagði þá: ég mun taka þann kost sem þjóðinni fyrir bestu og sem flokknum mínum fyrir bestu. Og ég segi nú, það ekki margir menn, ærlegir sem myndu kveða svona orði eins og Bjarni gerði, og hann maður að meiri í mínum huga. Já, það er svolítið merkilegt það sem að Páll Winkel, fangelsismálastjóri, sagði í viðtali hjá Birni Bjarnasyni á miðvikudaginn, þegar voru að ræða fangelsismál og annað. Hann sagði, Páll Winkel sagði, þjóðfélagið fullt af hatri og heift og fólk vill sjá blóð renna. Já. Þetta sagði fangelsismálastjóri Íslands. Og þetta eru ummæli sem að vekja mann til umhugsunar hversu óboðslega langt í það að þjóðarsálin sem búin að gera upp hrunið. Einmitt. Já, Kristinn. Já, kannski Bjarni Benediktsson hefur í rauninni tvo kosti. Það að halda áfram sem formaður flokksins og leiða flokkinn í gegnum þessar kosningar, eða þá að afhenda kyndilinn til Hönnu Birnu Kristjánsdóttur varaformanns. Það engin stærri einstaklingur en Sjálfstæðisflokkurinn sjálfur innan flokksins, hvort sem það meðstjórnandi í einhverju hverfafélagi eða formaður flokksins sjálfur. Það Sjálfstæðisflokkurinn og það stefnan, svo lindins einhvern sem sjálfstæðisstefnan sem okkur í blóð borin, flestum Íslendingum, frelsi til athafna og æðis og einstaklingsfrelsið. Og Bjarni Benediktsson hefur ekkert leyfi til þess að hugsa kannski sinn hag akkúrat núna, heldur hvað flokknum fyrir bestu. Hvað flokknum fyrir bestu? Ef við ætlum að taka mark á þessari dæmalausu skoðanakönnun hérna í Viðskiptablaðinu, þá það alveg ljóst að það flokknum og þjóðinni fyrir bestu að Bjarni Benediktsson víki hreinlega úr formannstóli og geri Hönnu Birnu að varaformanni, að formanni, Hanna Birna verður formaður og Kristján Þór Júlíusson verður varaformaður. Það verða þá leiðtogaskipti í borginni, þar sem Júlíus Vífill verður þá oddviti flokksins. Þannig verður kapellinn að ganga upp. Jafnframt þurfa að vera ákveðnar breytingar í valhöll ef þetta á alltaf að ganga eftir. En af hverju sér dæmalaus skoðanakönnun? Koma því eftir. Hinn kosturinn sá að Bjarni Benediktsson nýti það umboð sem hann hefur frá síðasta landsfundi, sem mjög skýrt, og kýs það að láta þetta dæmalausa viðbjóðslega einelti sem því miður allt og margir sjálfstæðismenn að taka þátt í, að hann láti það ekki á sig fá og leiði þennan flokk í gegnum þessar kosningar. Það alveg ljóst að Sjálfstæðisflokkurinn mun verða fyrir miklu áfall í þessum kosningum. Það alveg klárt. Það ekkert sem bendir til neins annars en að Sjálfstæðisflokkurinn muni ganga mjög skaðar frá þessum kosningum. Spurningin þessi, á Bjarni Benediktsson að axla þessa ábyrgð núna eða á hann að gera það eftir kosningar? Það alveg ljóst að Bjarni Benediktsson mun axla þessa ábyrgð hvort sem það gert núna eða eftir kosningar. Það alveg ljóst. Spurningin bara tímasetningu. Ég lýsi vanþóknun minni á þeim einstaklingum, bæði innan flokksins og utan flokksins, sem leggja þetta hatur á þennan mann og bara dæmalausa skoðanakönnun. Hvenær í sögu íslenskra stjórnmála hefur verið gerð skoðanakönnun á því hvort að menn treysti formanni eða varaformanni flokksins betur til þess að leiða flokkinn? Sú skoðanakönnun átti sér bara stað með almennri atkvæðagreiðslu á landsfundinum og líka fyrir 2 árum síðan þegar Hanna Birna bauð sig fram gegn Bjarna. Og það alltaf verið að hanna, ég endurtek hanna alltaf einhverja atburðarás sem á sér kannski enga stoð í raunveruleikanum.
og ég lýsi vanþóknun minni á þessu og ímugust. En ég segi það hér að Bjarni Benediktsson á þetta val. Ég styð hann í því sem hann gerir, en ég minna það að það hans að hugsa þá þúsundir einstaklingar sem eru í Sjálfstæðisflokknum, eru að berjast fyrir sjálfstæðisstefnunni í dag, fram að kosningum. Það hans að taka ákvörðun ekki út frá sínum eiginhag, heldur út frá þeim þúsundum einstaklingar sem eru að vinna fyrir Sjálfstæðisflokkin. Ég hef nú vinur, og ég segir nú bara eins og að þú sért að lifa í einhverjum drauma heimi. Pólitík og fjölmiðlun eitthvað sem fer gjörsamlega saman. Ég neita því Ingu Hrafn að taka þátt í þessu ógeði. Punktur. Hlustaðu. Nei, ég hlusta ekki á þetta. Ég neita að taka þátt í þessu ógeði. Ég segi það að þessi átök sem hafa verið á hinum pólitíska sviði, þau bara kalla á könnun eins og þessa. Menn fara að velta fyrir sig að býta hvað gerðist, hvað að, mundi eitthvað breyta einhverju. Og ég vil bara segja það að þessi ákvörðun, ef að þetta er rétt, að þetta sé bara blaðamennskuleg ákvörðun, journalistisk ákvörðun ritstjóra viðskiptablaðsins að fá svar við þessari spurningu, þá það fulla rétt af sér. Ein slík skoðanakönnun, hún á ekki að verða til þess að einhver formaður þurfa að segja af sér. Akkurat. Ef að menn telja það að þessar niðurstöður, þær séu það nálagt raunveruleikanum, þá á þetta fulla rétt af sér. Guðlaugur, þú missir Má ég bara aðeins? Fyrirgefðu. Hvernig horfir ástandi við þér núna? Ástandi hefur alltaf verið það að við höfum verið að líta fram á mjög alvarlega hluti vegna sem við líta fram á vinstristjórn næstu 4 árin. Það bara staðreyndin og það bara mjög eðlilegt að sjálfstæðismenn og borgarlega sinna fólk, þeir sem vilja sjá breytingu, hafi áhyggjur af því. Og það dugar ekkert fyrir okkur að vera hér að analýsa á hverju svo framvegis. Það eru nokkrir dagar í kosningar og við þurfum bara að sjá til þess að Sjálfstæðisflokkurinn fái eins góða útkomu eins og mögulegt er. Það bara verkefni. Þannig nálgaðist Bjarni Benediktsson málið. Hann gerði það og hlaut mikla virðingu fyrir. Það hann sem síðan taka ákvörðun í framhaldinu. En stóra máli þetta að eftir nokkra daga verður kosið. Ef að niðurstaðan verður í samræmi við skoðanakannanir, þá verður hér vinstristjórn. Þannig það. Og við eigum að gera hvað við getum til þess að breyta því. Og mér fannst það mjög einlægt og gott hvernig Bjarni nálgaðist þetta í gær, vegna þess að hann var að leggja upp stóru línuna fyrir þjóðina. Og þetta í hans valdi. Ég mun bara styðja það ákvörðun sem að Bjarni Benediktsson tekur. En stóra einstaka máli þetta að við verðum að forða hér stórslýsi næstu 4 árin. Þú ert raunar að segja, Guðlaugur Þór Þórðarson, að ég dreg þá ályktun á þínum orðum að þú teljir að Bjarni víkja. Bjarni situr, hann formaður Sjálfstæðisflokksins sem mjög erfitt starf, við vitum alveg, og það engin... Hér tölum við tæpitungulist. Já, tæpitungulist, Mínar heimildir herma það að það nokkrir af þínum starfsbræðinir í Alþingi séu þegar búin að hringja í Bjarna Ben og tjá honum þá skoðu sína að það sé rétt af honum að taka ákvörðun að víkja. Málið bara nákvæmlega eins og Bjarni Benediktsson lagði upp. Það bara nákvæmlega þannig. Og maður bara svo lánsamur að maður þarf ekki að taka þessa ákvörðun. Það bara einn maður sem getur gert það. Ég held hins vegar að hvor sem ákvörðunars verður, að þá held ég að þetta viðtal í gær, upplegg hans hafi styrt flokki. Þannig málið. Og hvernig styrt hann þannig að Bjarni gæti komið á morgun og sagt, ég hef tekið ákvörðun að ég ætla að halda áfram? Já, það eru, í venjulegu árferði, sem það ekki, þetta ekki venjulegt árferði, að þá hefði það að hann skildi opna og var hugsun að þýddi það að hann væri búinn að segja það að hann ætlaði að stíga til hliðar. En þetta ekki venjulegt árferði, hann bara mjög heiðarlegur í því að hann að meta það sem hann telur best fyrir okkar
flokk og það snýst ekki hagsmuni flokksins, það snýst hagsmuni þjóðarinnar, því að svo mikið vitum við að það verði ekki aðrir sem munu koma í veg fyrir þessi vinstrislið sem við erum búin að horfa á síðustu 4 ár heldur í Sjálfstæðisflokkurinn. Og það eru bara allir að hugsa þetta með sama hætti, alveg svo við erum að gera hér í dag. Við getum alveg tekið allan tíma sem við viljum að diskutera hvað fá miður og alla þessa hluti. Það er bara sá tími ekki núna. Sá tími núna að koma vekk fyrir stórslys. Það er merkilegt vegna þess að núna held ég eftir helgina þá verður einna merkari stjórnmálamönnum seinni tíma í heiminum, Margaret Thatcher borið til grafar og mikla viðhöfn og annað í Bretlandi. Hún fór fyrir, ég man ekki hvort það voru 20 ár síðan, að þá brá hún sér til Brussel og sem hafði þá setið forsætisráðherra á stóli held ég í 12 eða 15 ár. 11,5 ár. Og misti, það var gerðið uppreist gegn henni og henni var velt úr stólu og John Major tók við flokk. Nú er ég að segja við ykkur vegna þess að ég veit að þið eins og ég beri mikla virðingu fyrir þessari konu og þeirri breytingu sem hún bara einsýns liðs ég ætla að koma á í Bretlandi. Það sem ég er ástæðan fyrir ég að segja þetta við ykkur hérna flokkurinn að gera uppreist gegn Bjarna, þannig segja við að þinn tími liðinn. Sko þetta er mjög merkilegt, Yngvi, sko það er ákveðin samanburður sem þarna er í gangi. Árið 1990 þegar þessi uppreisn gerð gegn Margaret Thatcher, þá er hún búin að vinna 3 kosningar og er the Iron Lady. Hún er búin að vinna styrjöld gegn Argentínumönnum og hún er búin að takast á við verkalýðsfélögin og hafa betur og Bretlandi byrjaði að rísa úr ösku stó. Þegar hún kom til valda þá var Bretland kallað the sick man of Europe. Ekki fara í mikla sög. Nei, ok, nefna hvað þetta. Samanburðurinn er bara þessi, Yngvi, að innan íhaldsflokksins höfðu menn þungar áhyggjur af því að undir leiðsögn Margaret Thatcher í komandi kosningu sem þá voru framundan, að þá myndi flokkurinn missa vopn sín með hana í forystuhlutverki og tapa. Og það var breytt leiðtoga nánast í miðri á að John Major komst til valda og íhaldsflokkurinn vann kosningarnar sem var sko alveg stórmerkilegt. En samanburðurinn nær nú ekki lengra en þetta, annað en það að sjálfstæðismenn eru að þessu leyti mjög heppnir að við erum með Bjarna Benediktsson sem er flottur maður og öflugur og við erum með Hönnu Birnu Kristjánsdóttur sem er afar öflugur stjórnmálamaður og hefur unnið sér traust og virðingu. Bjarni Ben á undir högg að sækja, hann er maður að meiri þegar hann segir það er ekki ég sem skiptir máli í þessu, það er velferð þjóðarinnar, það er velferð flokksins míns eins og hann orðar það er að borgarlegu öfl fái varist þeirri árás sem hið íslenska borgarlega samfélag er og hefur verið undir af hálfu sósíalista sem hafa verið að breyta þessu ríki hægt og hljótt í nokkurs konar fátækta ríki í anda Venezuela eða Mósambík eða hvað þau heita þessi eða Zimbabwe. Það er raunverulega hætta að ef að við fáum aftur vinstri stjórn að þessari vegferð niður á við að hún haldi áfram. Ég minni á að hagvöxtur var nánast enginn á síðastliðnu ári. Fjárfestingar eru í algjöru lágmarki. Íslensk samfélag, sjávarútvegur er í uppnámi, Íslensk samfélag er í uppnámi og ef við höldum áfram á þessari vegferð sósíalisma að þá muni þverra þróttur mjög hratt. Það er hættan. Þess vegna er afar mikilvægt að borgarlega sinnað fólk snúi bökum saman og það var það sem Bjarni Benediktsson var að segja. Ég tek velferð þjóðarinnar og flokksins míns fram yfir mína velferð og minn metnað og þarna hann er maður að meiri.
En hann tekur þessu ákvörðun. Ertu orðin þögull? Ég bara svo vanur og sussir á mig, sko, þannig að hver var spurningi? Ég var því, bara inn í viðræð, gjör svo vel. Já, takk fyrir það. Fyrst alveg með Margaret Thatcher, þá var náttúrulega fallið frá einn merkasti stjórnmálaleiðtogi 20. aldarinnar, hvað sem vinstrimenn fagni því út á götum í Bretlandi eða hér eða hvað sem þá er það bara sagan sem segir okkur að þarna var stjórnmálamaður sem reisti Bretland úr rústunum. Ég var þess heiðurs aðnjótandi að hitta Kellu og halda fyrir hana mikla ræðu fyrir 600-700 manns í 1996 og hún kom upp að púltinu og faðmaði mig, ég á mynd af því. Hún sagði, what a wonderful speech, John Christian. En það sem kom mér mest óvart hvað hún var lítil, hún náði mér hingað. Maður er alltaf litið á hana sem einhvern risa, sko. Svo var þetta bara svona, stóð ekki út hnefa, sko. og sýnir svona hvernig maður sér fólki í gegnum fjölmiðla, eins og þegar maður hittir fólk andspænis þá er það allt öðruvísi. Hún drakk þarna 4 Dom Pérignon kampavín, það voru 300 pund flaskan og það voru European Young Conservatives, það sem ég var varaformaður sem borguðu það. En Dennis, maðurinn hennar, hann var með 8 tvöfalda gin og tónik á kvöldinu. Og hann sá ekki á honum. Ég ber mikla virðingu fyrir svona manni, sko. Þetta eru vani menn. Já, en ég var afskaplega hrifinn af henni og hún lendir í því hins vegar sem oft gerst fyrir stjórnmálamenn, hvort sem það var hún eða Helmut Kohl eða aðrir, að hún var búin að vera of lengi, það var orðinn of þröngur valdakjarni í kringum hana, sem endaði með því að flokkurinn sem slíkur og þá aðalega grasrótin og þá út af þessum poll tax eða council house tax sem var sko skattheimta á hitunarkostnað aðalega í Bretlandi sem gerði ekki greinamun á tekjustigum fólks. Ég ætla nú ekki að fara út í það en sem varðina falli og einstrengingsháttur líka út af Evrópu. Það var ekki í tíðarandanum. Ef við ætlum að færa þetta yfir á Sjálfstæðisflokkinn sem er náttúrulega mjög erfitt og kannski ekki hægt nema að því leitinu til að hér er pólitískur leiðtogi Bjarni Benediktsson undir ofboðslegri skotárás, ekki bara frá pólitískum andstæðingum heldur líka af sterkum öflum innan flokksins. Það var Michael Heseltine sem olli þeirri skriðu sem varð að falli Thatcher. Thatcher hins vegar tók alveg rétta ákvörðun þegar að hún vann sem sagt fyrstu aðdrununa í leiðtogakosningunni meðal þingmanna þegar þingmenn breska flokks íhaldsflokksins sem taka þessa ákvörðun leiðtogann og það er nefnd sem heitir 1922 nefndin sem stýri því en það var einsýnt að hún myndi ekki vinna aðra aðdrununa og hún tók það ákvörðun að stíga til hliðar og hún var búin að taka þá flesta þingmenn og forstöðumenn flokksins á eintal og spurja þá og það voru tvenns konar aðilar sem voru þarna í hópnum. Það voru þeir sem sögðu haltu áfram, láttu bara flokkinn þá fara með þið niður og ekki láta buga þið. Svo voru hinir sem voru vinirinnar sem sögðu hættu, verndaðu þína arfleið og thatcherismann og hættu með sæmd. Og ég skal alveg vera ærlegur ef að Bjarni Benediktsson myndi hringja í mig í dag og spurja Jón Kristinn hvað á ég að gera. Þá myndi ég segja eins og ég sagði áðan. Bjarni, flokkurinn er komin í þá stöðu, þetta snýst ekki þig. Þetta snýst þjóðina. Og hvort að sjálfstæðisstefnan nái brautagengi eða ekki. Ef að það er satt og þú ert sammála mér því að það er þín persóna sem veldur því að sjálfstæðisflokkurinn er ekki að ná fylgi, þá ber þér að stíga til hliðar. Örstuð auglýsingar, ég höldum áfram einmitt á þessum punkti hvort þetta er persóna Bjarna Ben sem að þetta snýst hvort að hann hefur aldrei losnað við vafninginn og hann var stjórnarformaður en einn sem að fekk 10 milljarða afskrifað, hvort að þetta er það sem þetta snýst vegna þess að það er enginn sem efast heilindi, drengskap og bara heiðarleika Bjarna Benediktssonar. En hann eins og allir sagði á hann hefur ekki losnað við þetta úr farteskinu sama hversu skýrt hann hefur talað. Farðu ekki langt. Halló útivist!
endurhannaður með meira rými og drifgetu svo allt og allir komist út að leika. Lifðu meira nýtt, keyrðu Honda CR-V, besta 4x4 bíl ársins. Bernhard Vatnagörðum. Fjölbreytt úrval glugga og hurða úr PVC, tré, áli og tré á góðu verði. Fagmennska okkar fag. Gluggavinir.is, Hlíðarsmára 11. Nú stendur þér til boða að fá einkakennslu á tölvu, spjaldtölvu og snjallsíma. Vilt þú ná hámarksárangri í tölvunni þinni eða öðrum tækjum? Leiðbeinandi Ólafur Kristjánsson. Allar upplýsingar á netkennsla.is. Veljum til ábyrgðarstarfa á Alþingi þá sem styðja heilbrigðan og sanngjarnan rekstrargrundvöll íslensk sjávarútvegs. Það landi og þjóð til heilla. Vinnslustöðin Vestmannaeyjum. Texasborgarar, nú það lambaborgari. 140 gramma borgari úr íslensku lambalæri með bennes, djúpstektum laukringjum og frönskum. Aðeins 1390 krónur. Texasborgarar, Grandagarði 11, texasborgarar.is. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 opinn virkadaga milli klukkan 7 og 18:15. Nýr fiskur alla daga. Líka opið á laugardögum milli klukkan 10 til 15. Fiskikóngurinn Sogavegi 3, ávallt ferskur. Fánar, fyrirtækjafánar, hátíðarfánar, þjóðfánar, borðfánar, bannerar. Merkismenn Ármóna 36 með 5 44 20 30. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Það aftur heimastjórnin hérna að brjóta til merkjar ástandið sem ríkir í málum hjá Sjálfstæðisflokknum þar sem formaður flokksins hefur tekið sér 1 til 2 sólarhringa umhugsunarfrest hvað hann gerir. Flestir sem ég hef haft samband við í dag, við erum að myndrita þetta hádegisbilið. Það gæti ýmislegt búið að vera að gerast áður en þessi þáttur verður frumsýndur klukkan 8 í kvöld. En ef við horfum á þetta eins og þú sagðir allur, þetta vafningsdæmi þar sem hann gerði ekkert annað en það að fara með skjal til þinglýsingar og svo var hann náttúrulega stjórnarformaður hjá risastóru fyrirtæki sem gekk gríðarlega vel fram að hruni. Þá hrundi þar eins og í flestum öðrum fyrirtækjum. Við vitum það að það er búið að afskrifa núna sennilega hjá íslenskum fyrirtækjum einhverstaðar á bilinu 200 til 400 milljarða. Og nýjast núna að það á að afskrifa hjá Símanum þetta 35 milljarða. Vodafone fékk, eða það var breytt í hlutafé 30 milljarða það. Alls staðar eru 10 milljarða, drengir. Það sem verið að afskrifa til að halda atvinnulífinu gangandi. En svo var að ráðast á heimilin í staðinn, sko. En sko heimil á Íslandi nálægt því allavega virðist ekki ná endum saman og Sjálfstæðisflokkurinn kom út úr landsfundinum með þetta kjörorð í þágu heimilana með yfirgnæfandi stuðning trúnaðarmanna flokksins. En þá bara gerist þetta. Það kemur flóðbylgja af óþekktri stærðargráðu og ástandir eins og þeir. Sko, sagan segir sko, eða Bjarni getur sagt, eða verður sagt Bjarna, að hann hafi verið á röngu stað á röngum tíma. Öflugur maður, hann var bara á röngu stað á röngum tíma. Og gagnrýnendur hafa sagt að Bjarni Ben, þessi K-kristi af Sjálfstæðisflokknum, að vera með útrásarvíking í formannstóli. Svona hafa raddirnar út í samfélaginu verið, sérðu. Svona hefur umræðan verið. Með réttuðu röngu, sérðu, með réttuðu röngu. Kjarni málsins er að Sjálfstæðismenn sjálfur að trúa þessum þvætting. Sko, bara það sem, sko, vandamál Sjálfstæðisflokksins eru auðvitað miklu djúpstæðar en þetta. En þetta hefur verið að þvælast fyrir Bjarna Benediktssyni. Og þetta hefur verið að þvælast fyrir Sjálfstæðisflokknum. Við skulum bara horfast í augu við það. Og hann var bara á röngum stað, á röngum tíma og það hans vandi
Og þess vegna kom hann í gærkvöldi fram fyrir þjóðina og sagði þetta snýst ekki um mína persónu, þar að segja minn metnað eða vilja, þetta snýst um velferð þjóðarinnar og þetta snýst ég tek enn og aftur, hef enn og aftur eftir honum, flokkinn minn sem hann sagði af svo mikilli, af svo mikilli virðingu, vegna þess að hann trúir einlæglega á, eins og við allir hér, að borgarleg gildi séu það besta sem fram hefur komið í pólitík og að Sjálfstæðisflokkurinn sem hefur verið hryggjastykkið í framfarasókn þessara þjóðar, alla 20. öldar, að hann hafi hlutverki gegn á 21. öldinni og hann verður að vinna sem sagt að eiga trúna þjóðarinnar ef þá að takast. Og með réttu eða röngu. En ég minna það hafi verið linnulausar árásir á Bjarna Benediktsson undanfarin misseri. Það voru linnulausar árásir sem stóðu yfir í heilan áratug á Davíð Oddsson sem voru svo grimmar og hrottalegar að annað eins hefur ekki sést og það voru linnulausar árásir á Ólaf Thors á sínum tíma. Formaður Sjálfstæðisflokksins, hann ekki öfundsverður vegna þess að hann verður að takast á við alla þessa hælbíta sem eru þarna úti og varðar ekkert um sannleika, heldur hafa uppi alls konar lygar og hann verður þess vegna að vera algjörlega tær og nú það bara svo að Hanna Birna Kristjánsdóttir, hún á hvítum kjól og það ekki kuska sjá neins staðar. Þetta vandi Bjarna Ben. Þú ert einn af þeim sem hefur líka setið undanfarin 4 ára til linnulausum árásum, lifum, níði og öðru slíku. Var nú ekki réttlætt að sigra í gær? Sennilega, Guðlaugur, skilur þú Bjarna Ben betur heldur flestir aðrir vegna þess að þú bara lent í svipuðum árásum og einelti. Og þess vegna segi og þú náttúrulega ert búin að vera trúnaðarmiðlur Bjarna Benediktssonar og gjört ekki hann og hefur stutt hann frá því að hann var kjörinn formaður. Hvað gerist? Það gróa gamla á leiti sem að hefur til dæmis gegnum DFF sem bara hefur þessi áhrif að æran tekin af mönnum? Já, kannski það sem að þetta snýr ekki bara að Bjarna Benediktssyni. Þetta snýr að því að við sjálfstæðismenn, okkur ber skylda til að gera það, að við verðum að kannski viðhafa þær reglur, óskráðu reglur sem voru og hafa verið í flokknum sem eru góð gildi í samskiptum á milli okkar og þó svo við tökumst á og við eigum að takast á að þá verður að gera með þeim hætti að við sýnum ekki það og komum ekki þannig fram að fólk treysti því ekki að við getum ekki unnið saman. Því að það það sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft og ég man þegar ég var að byrja í stjórnmáladeildinni sem svona, óhætt að segja og ég veit að Hannes þarna en þetta fyrst og fremst verið mikli vinstri menn og það fór svo svakalega töðnar á þeim að þetta sterka lím sem var hjá Sjálfstæðisflokknum að menn vissu það að það sem við stöndum fyrir miklu æðra heldur en allt annað og þá til dæmis fara menn ekki og ráðast á forystumenn sína með þeim hætti eins og gert hefur verið og kannski þykir eitthvað sjálfsagt. Þú nefnir einn fjölmiðil sem gengur nú framar heldur en öllum öðrum að það til dæmis bara hver Sjálfstæðismaður að vita það að þessi fjölmiðill ekki að hugsa hag okkar. Þeir eru að reyna að gera allt hvað þeir geta til þess að taka sjálfstæðisstefnu og þar lendi Sjálfstæðisflokki niður. Og ég held að fólk, ef það skynjar ekki það að við stöndum saman og séum heild sem ætlum að breyta því og standa fyrir það sem Sjálfstæðisflokkur stendur fyrir, að þá verðum við í vandræðum. Og þannig að þetta stærra mál heldur en snýr bara að Bjarna Benediktssyni. Varðandi það sem hann hefur lent í að þá þetta náttúrulega orðið yfirgengilega og þetta svona ofta orðið bara svona svo kjánalt ef hann orðinn útrásavíkingur, þú getur alveg bara sagt að hann sé geimfari þú veist, þetta svo fullkomið rugl, það bara stæðst ekki einustu skoðun en það einhvern veginn svona, þegar maður setja hlutna bara aftur og aftur og aftur og þá einhvern veginn stimplast það inn og það má auðvitað ekki vera en við þurfum auðvitað líka
og ég veit að Bjarni hefur haft framgang það og við sem betur verið til þess að búin að opna flokkinn og gera ýmsa hluti, en við þurfum að ganga lengra vegna þess að það fyrirkomulag sem við höfum haft í þessa, það hefur ekki gengið jafn vel eins og gerði hér áður. Og þá ég til dæmis að vísa í landsfund og annað slíkt, við erum í öðru umhverfi, en þetta allt saman aukaatriði, eða sérst mál sem ekki aukaatriði, heldur mál sem við þurfum að taka á seinna. Núna þurfum við að gera, eins og Bjarni hefur lagt upp með, að við þurfum að hugsa það hvernig við getum náð sem bestri útkomu og þar eru bara aðrir hlutir sem að vega meira heldur persóna hans. Ég vildi eins og bara að því að þú varst að minnast aðeins á Margaret Thatcher, aðeins eitt, að því það tengist að þessu öllu saman. Ég held, frábær stjórnmálamaður og Margaret Thatcher var, að þá gerði hún mistök eins og sterkir leiðtogar gera oft, að eftir því sem að leið á, þá hrakti hún frá sér þennan hóp manna sem vann með henni, því hún gerði þetta ekki ein, langt í frá, sem þorðu að segja henni sannleikann, þorðu að taka umræðina við hana. Og það sem gerist oft með sterka leiðtoga, að þeir ýta þessu rekja þetta fólk sem raunverulegi vinir hennar. Og í stað þess kom eitthvað jáfólk sem var til lítils gagns og það varð henni að falli við tökum stóramál, það að falli sem stjórnmálamaður. Hún lifir í sögunni sem alfremsti stjórnmálamaður 20. aldar, en þetta það sem við sjálfstæðismenn þurfum líka að hafa í huga alltaf, að við verðum að hlusta á fólkið sem að styðja okkur, með okkur, og það grunnforsenda til þess að við náum árangri. Og sum af þessum skilaboðum sem koma á þessum landsfundi voru á skjön við það sem að fólkið sem að styðja okkur, ekki bara í flokksstarfinu, heldur líka sjálfstæðisfólk í hjarta sínu og að taka umræðina á kaffistofunum og allstaðar. Og ef við gerum þetta, þá lendum við í því sem við erum núna, og núna höfum við 2 vikur til þess að vinna með þessu fólki og koma í veg fyrir gríðarlegt vinstraslys. Síðasta könnun sem ég hef séð var Capacent Gallup í gærkvöldi sem sýndi þá Framsóknarflokkinn í 29%, Sjálfstæðisflokkinn í 22%, sem segir okkur að það er mjög nálægt kjörfylginu sem var fyrir 4 árum. Í kosningunum var ekki 23,6% og 16 þingmenn. En ég held kannski það sem að verst fyrir sjálfstæðismönnum eins og mér, það að eftir þennan glæsilega landsfund að þá flokkurinn og flokkurinn búin að vera á síðastunu kannski 6 mánuðum, þá hefur flokkurinn verið að flökta frá 33 og jafnvel upp í 38-9%, þannig að hann væri svona sólít með þriðjung þjóðarinnar innanborð, en svo bara allt í einu fara bara í burtu eftir landsfund 15.000 kjósendur. Það sem gerist þetta, að þetta var ekki alveg rétt skilaboð. Það alveg ljóst að við höfum unnið og það við sem gerðum það. Það við sem tóku stjórnarandstöðuna og við vorum oft ein. Og við erum búin að sýna fram á það og þegar svo sem hjálpa til líka að vinstri leiðirnar ekki lausn. Vinstri stjórn ekki lausn, hún vandi. Við hins vegar hefðum þurft að koma með skýrar áherslu, koma betur með fram það sem við verðum að vinna, eins og varandi heimilin, það tillögur sem við erum með núna, við hefðum ekki þurft á síðustu metrunum verið að tala um þetta með skýrari hætti fyrir löngu síðan. Og það sem gerist það að mínu áliti að Framsóknarflokkurinn fer svona svolítið okkar forsetum, menn telja að þetta séu hugmyndir okkar, hugsjónir okkar sem að menn séu að tala fyrir þar. Það stenst ekki í skoðun, en það það sem við erum að eiga við núna. Og þannig við við ugðum ekki alveg að okkur, en ég vil aðeins segja því ég kannski glemti því á hann, þegar þú spurði mig persónu Bjarna, að það sem að styrkur hans liggur í því að þrátt fyrir alla þessa gegndarlausu orrahríð, þá stendur hann teinréttur. Þetta mjög sterkur einstaklingur og það mjög ósanngjarnt hvernig að vegi hefur verið á honum. Það ósanngjarnt að þessi staða sem komin upp núna í hans tíð, en öllum á að vera ljóst að þarna mjög heill og sterkur og heiðarlegur einstaklingur og mikill forystumaður á ferðinni. Hallur, þegar þú horfir á framhaldið, tíminn að fara að fljúga frá okkur. Bjarni hættir, skulum
við gefum okkur það, við vitum ekki hvort það gerist, hann tilkynir það sennilega í kvöld eða morgun hvað hann ætlar að gera. Hann að byrja að tegja, hvernig breytist flokks ásýndin ef það koma 10-15.000 kjósendur tilbaka bara við það að hann hætti sem leiðtogi, þá bara sýnir þetta ískalt að þetta fylgisrunn er að stóru leyti bundin við hans persónu. Það er erfitt að spá, alveg sérstaklega framtíðin sagt og það er náttúrulega auðvitað afar erfitt. Sko, hvað gerist? Þetta er alveg rétt sem Guðlaugur að segja sko, og Jón Kristinn. Við stöndum frammi fyrir áframhaldandi vinstri stjórn og það er alveg svakaleg tíðin. Við stöndum frammi fyrir því vegna þess að ef að Sjálfstæðisflokkurinn er að fá einhver pluss mínus 20% atkvæða, þá eru þau ekki skilaboðum að hann eigi að fara í ríkisstjórn. Það eru ekki, Framsókn mun taka einhverja samfylkingu, hann Össur Skarphéðinsson er nú að biðla til Framsóknar í dag að fara með sér inn í Evrópu. Hann er nú að biðla til hans í dag í Morgunblaðinu. Auðvitað er erfitt að spá fyrir þetta, en ég myndi telja að ef að Sjálfstæðisflokkurinn er laskaður, að þá eru allar líkur á að hér verði vinstri stjórn og að Sigmundur Davíð, hann getur valið úr væntanlega. Hann mun sjálfsagt ganga til liðs við samfylkinguna eða sem þó ólíklegra þarna bjarta framtíð, ég skal ekki segja. En við erum að horfa fram á slíka stjórningum. Þetta er bara kjarni málsins. Við erum að horfa fram á laskaðan Sjálfstæðisflokk og ef að Sjálfstæðisflokkurinn er laskaður, þá eru borgarleg gildi löskuð og vegferðin til betri framtíðar, hún er grýtt. Það er alveg ljóst ykkur að ef að sjálfstæðismenn sjálfur ætla að hegna Sjálfstæðisflokknum eða Bjarna með því að kjósa Framsókn og þó að Sigmundur Davíð Fegin myndi vilja mynda ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum og það veri þingmeirihluti fyrir því, hann myndi bara ekki fá leyfi hjá forystumönnum í kringu sig innan Framsóknarflokksins til þess að gera það, mynda ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Og mér hryllir við því að sjálfstæðismenn út all land séu að láta draga sig á asnaeyrunum og trúa þessum þvættingi og snúnu hatri á Bjarna Ben að þeir séu að láta draga sig á asnaeyrunum að kjósa aðra flokka út af einhverju sem er fabrikerað í einhverjum skoðanakönnunum eða í öðrum óvönduðum fjölmiðlum. Ég trúi því ekki upp á sjálfstæðisfólk almennt. Hins vegar eins og ég sagði áðan, þá ber Bjarna Benediktssyni skylda til þess að hlusta á fólk í kringu sig og horfa mjög kalt á stöðuna. Ef þetta er þannig, þetta snýst hans persónu, þá renna öll vötn til Dýrafjarðar. Það er bara þannig. Ég segi bara bara lokum vegna þess að því að þeir að velta þessu fyrir okkur að ég fekk tölvupóst eftir heimastjórnina á föstudaginn var, þar sem ég var nú með dálítið langan inngang og blésdálítið. Þessi kona á mörg börn, hún er kunn, því þetta er kona komin á efri ár, en hún á mörg börn, ég ætla ekki að nefna það vegna þess að þá nefna fjölda, því að þá gætu menn lagt saman 2 og 2. Og þetta er af sjálfstæðisætt langt aftur í tíma. Ég myndi að halda að börnin væri á aldrinu 25-40 ára. Eitthvað svo, gæti verið 30-45 og skiptir í raun og veru ekki máli. Þessi kona er og hefur alltaf verið sjálfstæðiskona, fyrirtæki sem að fjölskyldana rak, blátt sjálfstæðisfyrirtæki í áratugi. Börnin hennar hafa öll alltaf kosið Sjálfstæðisflokk. Nema núna, að þá, hún sagði mér í þessum tölvupósti, að þau sagðu við móður sína, mamma, við ætlum ekki að kjósa Sjálfstæðisflokkin. Og hún fór svona að velta fyrir sér hvar uppeldi hefði brugðist og
gjörsamlega fórklúðrast. Fór í mikla umræðu við börnin sín og það var niðurstaða. Það var niðurstaða að hún bjargaði 7 atkvæðum fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Þessi börn búa öll í kraganum en að strika Bjarna Ben út. Og mér hraus hugur allt verulega við það að þarna var hún bara sem sjálfstæðiskonan að hún náði þessari lendingu í börnunum sínum að þau myndi kjósa Sjálfstæðisflokkinn en strika út Bjarna Ben. En þar nefndur móðurina því hún nefndir barnafjöldan 7. En sko þarna... Það er bara háttur hann. Já, en stóra einstakamálið er þetta. Að núna tekur Bjarni Benediktsson ákvörðun fljótlega. Ég treyst, og kannski er búin að því þegar við förum í þennan þátt, ég veit það ekki, en sko, ég treyst honum fyllilega til að taka rétt ákvörðun. Síðan styðjum við, hvort sem verður hann eða annar glæsilegu foringi, Hanna Birna Kristjánsdóttir, sem mun leiða okkur í þessar kosningar. Því það er það sem skiptir máli. Við verðum að ná fyrir styrk og aðeins út af sko, sem umræðum ríkisstjórn til eða frá. Það fer heldur ekki, það er sögulega, hefur það ekki reynst vel að við förum laskaðir inn í ríkisstjórn og ég minni bara á 1987 og okkur ber skylda þér sem aldrei fyrr að sjá til þess að þetta tæki sem að stendur vörðum þessa hugsjón sem við samin okkur sjálfstæðismanna þá við allra handa skoðanir og ýmsum málum að það verður að vera það tæki sem að við getum nýtt fyrir land og þjóð og það er það sem allir eru hugsa núna og allir sjálfstæðismenn verða að saminast núna. Það er nefnilega tvöfalt, það er tvöfalt. Kristi, við erum búnir, við erum sprungnir á tíma, drengir mínir. Við munum, það verður mjög áhugavert þegar við setjumst niður á föstudaginn kemur. Það talaði að 1 dagur sé langur í pólitík, 1 klukkutími. Þessi vika mun verða mjög afdrifarík. Kæra þakkir fyrir og bara segja ykkur frá því og öllum ykkar aðdáendum INN að útsending INN er núna bein á netinu allan sólarhringinn. Það skiptir ekki máli hvort þú situr í Grafarvogi eða Timbuktu eða Grímsey og Granada. INN er í beinni útsendingu í hágæðum allan sólarhringinn. Farið inn á inntv.is og þá sjáum þið að hvenær sem er sólarhrings að þá er dagskráin að renna í gegn. Takk fyrir komin í dag, drengir. Við verðum hér aftur á þriðjudag. Þá er Katrín Jakobsdóttir formaður Vinstri-grænna og þið er ekki búin að fá endanlegt svar ennþá en vonast til að sjá það. Hún var hér einu sinni þáttastjórnandi á INN. Góða helgi. Góða helgi. Takk.